hver Guð? Getum við vita hver hann Að vissuleyti mjög erfitt að svara þessari spurningu vegna þess að Guð óendanleg vera og við mennirnir erum endanlegar verur og getum aldrei þekkt Guð til hlítar og fyrst Guð óendanlegur þá getum við varla byrjað að þekkja hann. En það þýðir samt sem áður ekki að við getum ekki vita neitt hann. Vegna þess að við getum vita það sem Guð hefur opinberað sjálfan sig. Að einhverju leyti hefur Guð samt sem áður takmarkað sig, jafnvel þótt hann sé óendanlegur og hefur birst okkur mönnunum og hann hefur opinberað eitthvað hver hann Í fyrsta lagi þá hefur Guð opinberað sig í náttúrunni og í sköpun sinni. Það að hann hefur skapað jörðina, himin og jörð, stjörnurnar og tunglið og allt þetta, það þýðir það að hann skapari alheimsins. Hann upphaf allra hluta. Og Guð opinberar fyrir okkur líka það að hann sé góður. Hann hefur skapað allt til góðs. Hann hefur viljað allt okkur til góðs. Nú erum við þannig að ekki allt gott og við vitum að það ýmislegt vont í heiminum og við komum aftur að því í öðru myndskeiði. En samt sem áður þá vilji Guðs góður. Því Guð hefur opinberað sig ekki bara í náttúrunni, heldur einnig í heilagri ritningu. Hann hefur opinberað sig fyrir spámunum sínum og fyrir apostolunum og orð þeirra hafa verið rituð niður í heilaga ritningu. Og þannig þekkjum við líka Guð af orðum hans. Nú þar opinberar Guð einmitt þetta, að hann sé góður, hann hefur skapað þann heiminn, en hann opinberar líka að hann þríeinn Guð. Það að segja, hann ein vera, en á sama tíma birtist hann okkur sem 3 persónur. Þetta ekki eitthvað sem gengur upp stærðfræðilega, en það samt þannig sem Biblían lýsir Guði, sem föður, syni og heilugum anda. Við segjum þetta meðan annars þegar við siglum okkur í nafni Guðs föður og sonar og heilags anda. Guð faðir, þegar við játum trúna á hann, sem ég trú á Guð föður almáttugan, þá segjum við að hann sé skapari himins og jarðar. Guð bjó til himin og jörð með orðum sínum. Því Guð almáttugur og þegar hann talar þá gerist það sem hann segir. Verði ljós og það varð ljós, verði jörð og það varð jörð, verði maður og það varð maður. Í öðru lagi þá Guðs sonur. Guð sjálfur varð að manni. Heilagur andi kom yfir Maríu mey og hún fæddi son sem á einum og sama tíma var sonur Guðs og sonur Maríu meyjar. Bæði Guð almáttugur og venjulegur maður frá Nasaret í Galilíu. Jesús frá Nasaret. Og við köllum þennan mann sem bæði Guð og maður, við köllum hann Krist eða Messias, hinn útvalda, hinn smurða. Í þriðja lagi þá Guð heilagur andi og það stundum erfiðast að tala heilagan anda hver hann Hann eins og vindurinn, við horfum í áttina af vindinum og við getum ekki séð hann og vitum ekki alveg hvað hann en við þekkjum hann af verkum hans. Heilagur andi, hann sannfærir okkur það hver við að við takmarkaðar mannverur, að við syndugar mannverur sem hefur gert gegn Guði. Og hann sannfærir okkur einnig sjálfan sig. Það að hann Guð, hann sá óendanlegi, hann sá sem að skapaði okkur og það hann sem að líka getur frelsað okkur úr syndugum og föllnum og eyðilögðum heimi. Þess vegna það hann sem sannfærir okkur að við getum treyst og trúað á hann. Þetta sem sagt hlutaði sem að Biblían segir Guð, að hann sé upp af allra hluta, að hann sé Jesús Kristur sem kom til að frelsa okkur, að hann sé heilagur andi sem að gefur okkur trúna og sannfæringu bæði okkur sjálf og